Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálarinnar. Ok. Blessan daginn, ertu búin að kynna þig mikið Confucius? Já, Síðan síðast? nei, sko, ég bara svaf með hann undir koddanum. Já, þannig að þú downloadaðir hann. Ég downloadaði hann bara og já, ég get nú sagt þér að það er nú ýmislegt þarna í þessari speki. Já, hvað kom svona helst í downloadinu? Þetta var mikið á kínversku, downloadið, af því að hann er náttúrulega kínverskur, Confucius. Og leiðilegt að ég var ekki með þér til þess að hjálpa þér að... Já, það er náttúrulega kom fram í Verðum síðasta góða. þætti að þú ert svo rosalega góð í kínversku. Hvað lærðirðu kínversku, Dóra? Ég downloadaði henni líka. Ég skilði. Það er bara eitt af því. En það var auðvelt fyrir mig að það kom bæði úr downloadi og svo er í DNA-inu mínu úr fyrri lífum. Ég hef verið kynveri í fyrra lífi, sko. Býtu, hefurðu farið í fyrirlífslestur? Nei. Ertu bara búið þetta til? Já. Ég nefnilega hef farið í fyrirlífslestur. Ég held að vera að tala í alvöru. Nei, en ég hef farið í Akashic Records í fyrri líf. En hvað férstu út úr fyrra Heyrðu, lífslestur? ég fór einhvern tíma fyrir einhverjum 100 árum síðan í fyrirlífslestur. Já, þú varst þess í fyrra lífi, þá fórstu í fyrra lífslestur, af því Já. það var fyrir 100 árum. Já, eða þú veist, það er orðið dálítið síðan. Já. Þá var ég fyrir tilvíljum stödd á stað þar sem var verið að bjóða upp á meðal annars fyrirlífslestur. Þú veist, þetta var svona einhver andleg hátíð sem ég svona villtist inn á óvart og það var hægt að panta tíma í alls konar. En það var bara laust í fyrirlífslestur. Okay. Þannig að þú veist, það var búið að bóka allt eiginlega sem að mér fannst meira spennandi. Þú veist, það voru svona miðlar og eitthvað svona. Og en ég fekk tíma í fyrirlífslestri. Heyrðu, það sem sagt kom í ljós að ég var svört ambátt í Bandaríkjunum. Einhvern tímann í eldgamla daga og svo kom fram að ég hefði verið grasafræðingur í Bretlandi seint á 18. öld. Og ég alveg víbraði aðeins við þá hugsun, sko, skilurðu. En ambáttina, víbraðir ekki með henni? Jú, kannski líka, Það er sko. ekki einhver svona bara? Eða þarna á staðnum í þessum lestri með lesaranum, þá gat ég náttúrulega ekki sagt við viðkomandi, heyrðu, ég veit ekki hvað það tala, þetta er eitthvað bara eitthvað rugl. En sko, ég hef náttúrulega alltaf haft rosalega gaman af grasafræði. Já, þannig að þú víbraði meira með því. Ég víbraði meira með því, það var eitthvað svona, þú veist, það var eitthvað svona samhljómur þarna. Ég hugsa með, þú veist, ambáttina, að ef að, þetta er náttúrulega rétt, við göngum bara út frá því, þetta sé svona, þú hafi verið ambátt í Bandaríkjunum. Já, bara eins og... Af því annað er svo leiðilegt. Ég veit það, og við göngum líka út frá því að þú talir bara kínversku. Já, ég geri það. Já. Ég er með mjög góðan hreim allavega. Það náttúrulega, það kenndi þér að skilja stöðu þeirra sem eru lægra settir í samfélaginu og gefur þér þennan kraft, þú veist, bæði, þú ert algjörlega á jaðrinum, jaðarsett sem kona og í stöðun eða þú veist, átti ekki sjálfa. Átti ekki sjálfa og... Þannig að kannski hefur þessi reynsla sem að þú náðir þér í þarna, sálin þín, kannski er hún að ofta koma fram í því sem að þú ert að hugsa og gera. Já, svona í því þegar ég geti orðið æf þegar það verða níðast á minnumáttar. Já, kannski er það svarta ambóttin í mér sem er þar að verkum. Svo er það náttúrulega líka, sko, langama. Já. Skilurðu? Já, hún er meira channeluð af því þú varst ekki hún. Já, nákvæmlega. Þú channelaði hana eins og þú channelaði Confucius í nótt. Já. Og en kínverskan er í DNA-inu mína því ég var kínveri í fyrra lífi. Nákvæmlega. Þetta kemur, annað kemur á ofan, hitt kemur að neðan og úr rótunum, úr fyrralífsrótunum, sko. Einmitt, sko. Ekki kannski í DNA-inu en í fyrralífsrótunum. Já, en sko,
en allavega, Ókei, ég fór dálítið að skoða kvengrasafræðinga, breska. Og fannstu þig? Ég fann nokkra. Sem þú segir, þetta getur ég. Já, ég fann nokkra svolítið merkilegar konur sem að gengu Bretland og Evrópu og söfnuðu grösum og skrifuðu bækur og náttúrulega þegar maður fer að grúska í einhverju svona, þú veist, þá lendir maður bara í því að, þú veist, maður kemst að einhverju smá og maður fattar að þarna eru að opnast dyr sem eru sko óendanlega stórar, sko. Já. Af því að auðvitað voru konur Voru heilbrigðiskerfið? Voru heilbrigðiskerfið og mjög öflugir grasa, bæði tínarar og læknar, sko. Og þær að fara að verða það aftur, af því að heilbrigðiskerfið okkar, það mun aldrei ráða við að sinna okkur öllum, þú veist, konur og menn, af því að heilbrigðiskerfið okkar, það verður aldrei til peninga til þess að sinna okkur öllum. Nei. Af því við verðum svo mörg, svo gömul. Já. Þannig að þetta verður aftur svona, við erum bara búin að fara í gegnum núna 150 ár eða 100 ár af stofnanavæðingu heilbrigðiskerfisins og svo fer heilbrigðiskerfið aftur bara í hendurnar á okkur sjálfum. Heldur það ekki? Já, svona einhverju leyti allavega. Já, einhverju leyti. Já, þú veist, því meira... Því það er ekki hægt að, þú veist, heilbrigðiskerfið getur ekki þjónast okkur og við förum ekki sjálfsábyrgðar og eitthvað. Nei, en ég meina, þú veist, heilbrigðiskerfið er líka alltaf að búa til fleiri og fleiri sjúkdóma. Heilbrigðiskerfið er alltaf að búa til fleiri og fleiri greiningar, fleiri og fleiri sjúkdóma. Það er skemmtilegt, það er svona eins og að búa til ný gervi. Já, þessum er ekki svona, þetta gervi. Já, nema maður hefur satt á tilfinningunni að með fleiri sjúkdómsgreiningum og fleiri sjúkdómum sem koma fram á sjónarvegi og fleiri greiningum sé ekki verið að stuðla heilbrigði mannkynsins, heldur hreinlega verða sjúkdómsvæða það enn frekar. Og ég er til dæmis mjög mikið búin að vera að hugsa um það að sko, en þetta er alveg eins og þú segir og ég finn að það er ekki bara hreyfing, það er svona stemning í heiminum að konur, og þar auðvitað konur, eru orðnar þreyttar á því að vera sjúkdómsgreindar þegar þær lendi í áföllum. Og og það er bara eðlilegt þegar fólk lendir í áföllum að eitthvað láti undan, skilurðu, og þá þarf náttúrulega bara að vera rými til þess að fólk fá að jafna sig og svo framvegis. En fólk er svo ofboðslega oft sjúkdómsgreind, þú veist, þá er konan orðin kvíðasjúklingur, hún er orðin þunglyndissjúklingur. Ertu með símaðinn? Veistu það, viltu frekar hringi mér, en ég meina ég seti þetta við hliðina þér. Nei, af því að Nikko sendiði nafn á bók í gær. Já. Sem að heitir eitthvað... Mother Hunger. Já, Mother Hunger. Já. Og hann sagði, það er einhver vinahópur sem hann er í, sem er að lesa þessa bók og er bara, hann segir þetta sé mögnu bók og því sem er að hlusta, Mother Hunger. Já, það er, ég er búin að lesa blerbið, þess að hvað bókin er, af því að náttúrulega, það verður nú að segjast að þinn heimsfrægi maður sem er ekki heimsfrægur en vísindamaður og hann er eiginlega svona dálítið lestrakennari vinahópsins. Já, hann er heimspekingur og lestrakennari svona okkar vinahóps, þannig að ég tek alltaf, ég meina hann til dæmis sagði mér að lesa Adyashanti. Já. Og reyndar einhverju fleiri búin að tala um það, en þegar Nikko segir það við mig, þá ger ég það. Já. Og Nikko sendi mér einmitt upplýsingar um þessa bók í gær og ég var mjög spennt og það er sem sagt það að ef að stúlkur hafa ekki náð að mynda nægilega góða tengingu við mæður sínar af einhverjum ástæðum sem geta verið margar, bara mömmur vinna á mikið og allt þetta, þá verður svona leitirra í lífinu, þá getur leitin eftir ást og viðurkenningu, hún getur orðið endalaust kapphlaup hjá þeim. Og þú veist, þær geta eytt áratugum í það að vera að leita að ást og viðurkenningu hjá karlmönnum eða konum, eftir því hvernig þær eru innstilltar, í vonlausur leita að reyna að fylla upp það sem þær fengu ekki hjá mömmu sinni. Og ég er mjög spennt að lesa þessa bók og ég held að þetta sé bara spennandi fyrir alla konur að spá í þetta. Það er líka, og það er eitthvað með samt í þessari bók, að þetta er ekki bara um það sem hún fékkst ekki, heldur þetta líka um hvað móðurhlutverkið er vanmetið, hvað er ofboðslegt framlag og hvað þú þarft mikla getu til þess að sinna því svo vel sé. Og þannig ég er líka spennt í að heyra þegar þú er búin að lesa hana. Já. Hvað hún er. Ok, viltu að ég lesa hana fyrir þig og gefi þig svo bara samantekt? Já.
Af því þú nennir ekki að lesa. Nei. Og þarna getum við skipst á. Já. Þarna getum við skipt með okkur verkum. Jips. Það er ekki gott. Steinar, þú varst að segja um daginn að L'Oreal kremið sem þú notar, að það gerði þig svo afslappa. En þú sagði mér líka að þú væri búin að nota það í 20 ár. Finnst þér ekki afslöpuð? Ég get ekki sagt að þú sér búin að vera afslöpuð allir þessi 20 ár. Ég sá afslöpuð af því að ég ætlum að því að kremin eru bara eins og personal trainer. Heldur manni stinnum og í formi og í lagi, þannig maður er alveg slakur. Já, þú meinar að maður þurfa að nota því svolítið tíma til þess að ná þessum árangur sem þú hefur náð. Algjörlega. Þannig að ég held að þetta sé rétt að hluta, svo nátt að segja að, sko, að, hvað ég að segja, lækningarnar sé að flytjast aftur til fólksins, svolítið út frá heilbrigðiskerfinu, bara vegna þess að fólk er aðeins að sjá í gegnum þetta, þú veist, fólk lendir í áföllum, þá er það sjúklingur, það er komið sjúkdóm, það er komið kvíða, það þarf að vera lyfjum við því og svo framvegis og þetta er allt saman skítarettingar vegna þess að það er eðlilegt að fólk brotni, bogni, bygglist undan áföllum en mannsálinn hefur líka þann eiginleika að geta læknað sér sjálf ef að fólk fær tíma til þess. Ef það er tími. Og það er þessi tími sem við erum í rúmlega 100 ár, þá hefur tíminn verið bara... Já, og þá alltaf að drífa fólk inn á vinnumarkaðin aftur til að láta hjól atvinnulífsins snúast. Og líka til þess að fólk geti séð fyrir sér, það fer sjálft líka út á vinnumarkaðin til þess að sjá fyrir sér. Þú sann að þetta er ekkert eitthvað svona, við lentum í þessu, við erum að taka þátt í þessu, sko. Viltu hleypa þarna þessum ketti inn? Já, íhaldskettinum henni Oreo inn. Já. Hún Oreo. Oreo! Já, komdu hér inn. Hún er eini kötturinn minn sem er sjálfstæðismaður. Já. Hún var alin upp í Garðabænum og henni finnst rosalega eitthvað lóg að búa í 101. Er það? Já, mjög. Og hún sko... Hefur reynt að stinga af eða? Nei, hún bara talar eiginlega ekki við neitt hér á heimilinu. Henni finnst við öll fyrir neðan sína virðingu. Einhverju svona, þú veist, eitthvað svona vinstri sinnað óráðsíu pakk. Já. Skilurðu, hún myndi vilja hafa mávarstell hér á borðum og bara góðan flatskjá. Já. Og bara og rjóma í skálinni sinni. Og rjóma og hún myndi vilja að ég væri svona í spandexbuxum og væri alltaf út að hjóla í flottum búning á morgnana og svona færi í vel heppnu sumarfrí og svona. Já, vel heppnu sumarfrí. Heyriði suðið, ég semst í Icelandair-flugvél á leiðinni til útlanda. Líður mér vel? Já, mjög vel. Af hverju? Af því ég er búin að fá vatn að drekka. Icelandair, hinn tæra lind háloftanna. Hvernig eru vel heppnu sumarfrí? Æ, bara eitthvað svona, þú veist, svona curated sumarfrí þar sem að ég væri svona að setja myndir af mér í, þú veist, hvítum fötum á strönd. Einmitt, hverjum tekst það? Að vera í hvítu í útlöndum, það finnst mér alveg geggja. Sérstaklega þegar öll börnin eru í hvítu. Ég fattaði það þegar ég var í Frakklandi með krakkana. En hefur ekki séð þessar myndatökur sem að ganga eins og smittsjúkdómur heiminn? Jú, algjörlega. Svona fjölskyldur að taka myndir af sér svona í hvítum fötum. Já, en þetta er náttúrulega statussymbol þegar þú fattaði ég þegar ég var í Frakklandi. Já, af því að það er svo erfitt að hafa börn í hvítum fötum af því að þau þurfi ekki annað en að bara aðeins að hlæja og dettur dropi úr munnvíkin á þér niður á skyrtuna og þá komið gulu blettur. Þannig að þú ert að halda þeim munnum á þeim lokuðum, ekki gefa þeim neitt að borða. Já, setja bara múl á þau. Já, setja bara múl á þau og passa þau snert ekki neitt. Þú veist að þetta geti... Setja þau hanska og múl. Já, og svo er erfitt að ná blettum úr hvítu, þannig að snjaka hvít föt eru bara rosalegt svona velmegunarmerki í heitari löndum. Já, en ég held reyndar að þetta sé nú oft bara svona uppstillt fyrir einhverja myndatökur. Já, núna, en þetta kemur þaðan. Já, algjörlega, sko. En sko, þú veist, og þá hugsa maður, sko, býtu, hvaðan er þessi ímyndaheimur tekinn? Nú ætlum við öll fjölskyldina að stilla okkur upp í hvítu á baðströnd. Og þetta er svona eins og opna úr Hello magasín. Skilurðu? Sem þú getur búið, nú ertu með þitt eigið Hello bara á Instagram. Nú getur þú bara búið til þínar eigin Hello myndir. Já. En sko, hvernig tókst að koma þessum hugmyndum inn hjá fólki að þetta væri svona eftir að taka myndir? Já, Hello. Hello. Skilurðu? Já, þegar Hello er orðið svona einhver andlegu leiðtogi. Já. Nei, það bara spyr maður sig. Já. Skilurðu? Já.
Þetta er svolítið, já. Verður þú, þegar þú lest svona glanstímarit, ef við köllum það, eins og Hello og eitthvað svona, veitir það þér, hvernig líður? Sko, ég spáði rosalega mikið í þetta þegar við fórum að stað með Kvennablaðið, af því að þegar ég fór að skoða gamla Kvennablað langömmu sem kemur út þarna 1885, það er eiginlega, og þá er blaðið frekar ópólitískt þegar hún fer að stað með það. Og það er svona bara, svona, hvað ég að segja, það er allavega fyrsta blað á Íslandi sem er með svona á að höfða til kvenna. Og þá var meira í blaðinu, af því þá er hún sjálf ekki orðin svona róttæk og pólitísk eins og hún varð seinna. Þá er þetta meira greinar barnauppeldi, hvernig er þetta að rækta grænmeti í görðum, það eru uppskriftir, þú veist, búðir til litla leðutösku, þú veist, og hvernig á að gera gardínur og svo svona greinar sko, það sem hún er að hvetja konur til þess að fá sér áhugamál, hún er að kynna alls konar áhugamál til sögunar sem að konur geti haft gaman á og svo þetta svona, sér maður og hún er að lauminn svona, hvað geti verið gaman að mennta sig og fá áhuga einhverju og stúdera og svona. Var hún menntuð? Nei, hún, já, ég meina ekki með neina sko formlega menntun, en náttúrulega bara sjálf menntuð eins og fólk var á þessum tíma og eins og Valdimar Ásmundsson líka, maðurinn hennar, þetta er bara fólk sem var auðvitað sprenglært en fekk náttúrulega ekki neina... Ekki úr skóla, þetta er bara sjálfmennta. Nei, Laufey dóttir hennar fer síðan í menntaskóla, ein fyrsta kona á Íslandi til að ganga menntaveginn, systir Héðins, Valdimarssonar, afa, og þá var ég að hugsa svo mikið um þetta hvernig þessi þróun hefur orðið í þessum heimi, þessum kvennablaða heimi. Að sko eins og dönskublöðin sem ég ólst við og ég lærði dönsku og ég lesa dönskublöðin heima í ömmu Guðrúnu, Family Journal og ég man ekki, það var einhver önnur svona blöð sem að las og þá var þetta meira svona uppskriftir, smásögur, kannski krossgátur, svona greinar aðeins andlega líðan og eitthvað svona. Núna hafa þessi blöð, þau eru orðin svo mikill áróður fyrir því að þú verður að líta einhvern veginn út, þú verður að eiga eitthvað, að þú þurfir að þetta sé lífstíllinn sem þú þurfir til þess að þú veist, vera einhver eða líða einhvern veginn og eitthvað svona og það er alltaf verið að búa til skort. Það sem er sett fram í blöðunum gerir það að verkum að manni líður alltaf eins og býtu mig vantar eitthvað, skilurðu. Mitt líf er ekki nóg, mitt líf ætti að vera svona eða hins, ég ætti að líta svona út, ég ætti að borða svona mat, þannig að þú veist, þetta er ekki lengur samtal, þetta er orðið svona eins og ofbeldissamtal. Já, ég fæ sko andateppu því ég skoða svona eins og blöð sem hvernig á að vera fallegt heima hjá manni. Já. Þá fæ ég andateppu, af því að ég veit að ég mun aldrei geta búið mér svona heimili. Ég fæ þannig tilfengi svona ég get aldrei, og ég bara fatt að ég bara ekki að skoða svona blöð, sko. Nei, en þau búa til vanlíðan hjá konum, en einhverju hljóta skoða þau og verða fyrir innblæstri en fara ekki svona skortstilfinningu eins og ég. Því að þú getur ekki verið, þú veist það bara eins og verið í ofbeldissambandi að skoða blöð sem að láta þér líða illa. Þannig ég hef ekki gaman að því, en ég finn bara hvað ég er hálf manneskja miðað við þessi blöð og þessi heimili sem er í blöðunum. Ég get alveg haft gaman að því að skoða svona húsablöð. Og þú fær ekki neina skortstilfinningu? Nei, ég fæ enga skortstilfinningu og bara, nei, þú veist, að því að... Kannski dóttir arkitektsins í mér sem að vaknar, sem er bara, þú veist, ég sé, hvar á ég að fá þessa körfu til þess að hún matsi við þessa gömlu saumavél, til þess að hún matsi við járnkassan sem er á borðinu, til þess að matsi við myndin á veggnum sem búið að setja öll börnin í eins ramma, til þess að matsi við strokkin frá ömmunni, til þess að matsi við skorsteininn sem búið að pússa allan upp og setja svona svona bronslínulegum á kantana, til þess að matsi við gamlu kamínuna sem er líka með svona brons á og það er búið að mála kamínuna og pussa upp og einhver staðar í hliðarhillunni og ég fæ svo mikla andann og ég kemst aldrei þangað. Þetta er rosalega. Nei, en það er rosalega gott að þú skuli þú bara stoppa, en ég held að hjá mörgum sem að lesa svona blöð, skilurðu, þá gerir þetta þá ómeðvitað að neytendum, skilurðu.
Því það þá eru langar í eitthvað. tilgangurinn er að búa til hjá þér einhverja þörf það að líf þitt verður betra ef þú gerir A, B, C, D eða E, eða ef þú eignast A, B, C, D eða E, eða ef þú ferð A, B, C, D, E, eða E, eða F. Nei, F, þá ertu meira. skilurðu. Nei, en það er alltaf, og það er líka þetta, því það var alltaf verið að stilla upp sem samanbyrði. Heimi hjá mér er svona, heimi hjá þeim er svona, og mitt líf er ömurlegt. Þú veist, að því ég er ekki með einmitt matching pillows eða eitthvað svona. Já, ég bara tími ekki að kaupa. Sko. Nei, en ég meina, og svo er það besta að þessi blöð eru seld. Þú kaupir þér aðgang að frekari vanlíðan. Já, vanlíðan. En ég held í alvörinu að þetta sé, sko, þetta er innblástur fyrir einhverja. Þó þetta sé svona eins og segir líka, auðvitað, ég meina það væri enginn að gefa þetta blöð nema að því að þau búa til einhvers konar kauphegðun. Ég ætla að segja þér alveg svona í trúnaði. Ég ætla að kaupi alltaf... Í trúnaði í hlaðvarpi. Já. Ég ætla að segja þér þetta í trúnaði og ég ætla að byrja alla sem er að hlusta að steinhalda kjafta yfir þessu. Ég reyndar ekki gert þetta síðustu 2 ár og það er bara því að ég hef gleymt því. En ég hef alltaf keypt til dæmis septemberútgáfu Vogue til þess að skoða tískuna fyrir árið. Ég hef gaman af því. Ég hef rosalega gaman af því að sjá svona hvað er að koma, hvaða litir og svona, þú veist, hvaðan innblásturinn er hjá hönnuðunum og svona. Mér finnst ekkert alltaf eitthvað fallegt og mér finnst heldur ekkert alltaf eitthvað svona, ég hugsa bara svona, mér langar eitthvað svona. En mér finnst gaman að sjá þegar að ég sé sérstaklega eitthvað svona orginalt. Já, ég held ég geti haft meira gaman en því heldur en blöðum hvernig á að vera í húsum. Já, og þessa septemberútgáfu, hana á ég yfirleitt allt árið og ég get alveg kíkt í hana aftur og aftur. Já, þetta geti verið innblástur fyrir mig líka. Skilurðu, þú veist, og stundum fær maður hugmyndir af því að skoða þessa hugmyndir af því að einhvern veginn að blanda því sem maður á að fötum einhvern veginn öðruvísi saman. Skilurðu, nýta flíkurnar sínar á einhvern nýjan hátt. Já, heyrðu, þessi litur ógeðslega flottur með gulu. Já, eitthvað sem manni hafði ekki dottið í hug áður. Af því að það eru þetta proffar sem setja saman þetta og þú veist, og velja myndirnar í þetta. Þeir eru alveg bara. Nú verður gaman. Ég kom með svo marga sjóði. Ég búin að safna mjög mikið til dæmis í Guðbæðssjóði minn. Ok, og ætlarðu að fara að endurfjármagna? Nei, ég er að safna. Ég þarf ekki ég get endurfjármagna kannski til þess að fá mér betri bíl eða eitthvað svona, þú veist, því að það er kannski uppdata hann. Ég ætla bara að benda þér að þú þarf kannski bara að fá þér nýjan sundból. Þú þarf kannski endurfjármagna til að fá þér nýjan sundból. Þetta er svo rétt. Ég veit Minn er hrikalegur. Heyrðu, ég ætla að búa til sundbóls. Farðu mér í Íslandsbanka, ég mana þig og segðu, get ég endurfjármagnað vegna sem ég vantar nýjan sundból? Já, ég ætla að gera það. Íslandsbanki er best. Ég er með bók. Allar að hendinni? Ég er með bók. Allar að hendinni? Ég veit ekki, eftir að spyrja pendulinn. Já, en hvaða bók? Ég er með bók, þetta er sögusafn. Það er svo gott þegar þú minnir okkur á þetta virðulegu bókmynd. Já. Þetta heitir Fyrir þá sem ekki vita, þá var í gamla daga þegar við voru litlar, svona menningaþáttur í Ríkisútvarpinu sem hét Vaka. Og þetta var upphafstigið. Og svo sátu yfirleitt svona í hægindastólum svona kallmenn í flauelsbuxum. Já, í svona stólum sem hölluðu aftur á bak. Já, hölluðu aftur á bak og í svona skyrtum með stóra kraga. Þetta er náttúrulega svona 70s look á þessu. Með skegg og jafnvel svolítið svona axlasítt hár og svona fólk sem talaði mjög svona þungbúið menningu og listir og svona, og reykti í sjónvarssal. Reykti í sjónvarssal og þarna voru svona viðtöl við skáld og listamenn og ég man til dæmis að það var alltaf svona, pappa og mamma horfðu alltaf á hana þá. Þetta alltaf, horfður á Vöku í gær, var sagt svo. Já, og á vinnustöðum, horfðu þú á Vöku í gær? Já. Virkilega athyglisvert viðtal við listamannin þarna. Mikið skemmtileg verkin, allt þetta, skilur við, en ég meina, þáttur og barn síns tíma allt þetta, en Ég sem sagt kom með í bókmenntaþáttinn Á ég að hendinni, þessari bók. Hvernig er stefið í okkar þætti?
Er ekki Erum við að semja það? Nei, Nei. það er stef. Já. Já. Já, það er Íma Súmak. Já, Heyrðu, ok. sögur og ævintýri, Já. Astrid Lindgren. Mhm. Þetta er sem sagt með öllum sögum og ævintýrum eftir Astrid Lindgren. Bók. Ég ætla að segja fyrir fram að þú færð ekki að hendina. Vegna þess að En þess að sonu minn á hana. Þannig að ég ætla ekki að hendinni. En Nei. ég tók hana að því að ég hugsa að mér langa að lesa upp úr henni. Ok, lestu Og ég ætla fyrir að mig. lesa upp úr henni kafla 2 og fyrir allar mömmu og pappa sem hann hlusta þá vitum við að kafli 2 er kaflinn þar sem að þar sem að við svona fáum aðeins kökk í hálsinn þegar við erum að lesa þetta fyrir börnin okkar. Þetta er kafli 2 úr hvaða bók? Úr sögunum Bróður minn Ljónshjarta. Úr Bróður minn Já. Ljónshjarta. Ég ætla bara, já. Hérna, af því ég er að fara að funda eftir, Já, ef ég hef ekki mikið læti, má ég mála mig á meðan við... já, ef þú gerir ekki mikið klukk, 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 klukk. Nei, ég skal ekki gera mikið Nei, klikk, klukk, ok, klukk, klikk, ok. klikk, klikk. Já. Dóra, sjáðu, Hvað? sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Já. Nú kem ég að því sem er erfitt. Þetta er sem sagt litli hérna sem er að tala, litli bróðir. Nú kemur því sem er erfitt, því sem ég get ekki hugsað og get ekki látið vera að hugsa Jónatan bróðir minn, það gæti verið þannig að hann væri enn hjá mér og sæti og talaði við mig á kvöldin, færi í skólan og leki sér við krakkana í hverfinu, siði fyrir mig hunangsvagn og allt það. En þannig er það ekki. Þannig er það ekki. Jónatan er nú í Nangijala. Það er svo erfitt. Ég get ekki sagt frá því, en þannig sagði Dagblaðið frá því seinna. Skelfilegur eldur braust út í gærkvöldi í Fakkelross hverfi hér í bænum, þannig að eitt af gömlu timburhúsunum þar brann til ösku og einn maður týndi lífi. 10 ára drengur, Karl Lejon, var einn, veikur og rúmliggjandi í íbúð á annarri hæð þegar eldurinn kom upp. Skömmu síðar kom bróðir hans, Jónatan Lejon, 13 ára heim og áður en neitt gæti aftur að honum hljóp hann inn í húsið sem var næstum orðið alelda til þess að bjarga bróður sínum. En eftir andartak var allur stigagangurinn logandi eldhaf og eina björgunarvonin í því fólkin að reyna að stökkva út glugga. Óttaslegin og ráðþrota mannfjöldin sem hafði safnað saman fyrir utan húsið varð vitni að því hvernig drengurinn 13 ára Já. Hvað? kom bara kökkur, ég ætla bara ekki að, þú veist, Ég að veit þetta það. sem gerist þegar þú lest þetta fyrir börnin þín, Ég hún veit er svo það. ótrúlega þessi bók, mér langar bara, Já, ég er veit bara svona, ég er að jafna. það. Hvernig drengurinn, 13 ára, tók bróður sinn á bakið Þetta er alveg þakkalega. með eldinn logandi á bakvið sig og kastaði sér umsvifalaust út gluggann. Í fallinu slasaðist pilturinn svo illa að hann lést næstum samstundis. Yngri bróðirinn slapp hins vegar ómeiddur þar sem sá eldri tók á honum fallið með líkama sínum. Móðir bræðranna var meðan þessu fór fram heima hjá viðskiptavini sínum en hún er saumakona og heimkoman varð henni alvarlegt áfall. Eldsupptök eru enn ókunn. Á öðrum stað í blaðinu stóð meira Jónatan. Það hefði kennslukonan hans skrifað. Þannig hljóðaði það. Ég fæ sko að lesa þetta fyrir börnin sín. Þetta er alveg magna þetta skuli vera í barnabók sko. Kæri Jónatan Lejon, hefðirðu ekki fremur átt að heita Jónatan Ljónshjarta? Manstu þegar við lásum í mannkynssögunni hugrakkanna enskan konung sem hét Ríkharður Ljónshjarta? Manstu hvað þú sagði þá? Hugsa sér að vera svo hugrakkur að það yrði sagt frá því seinna í mannkynssögubókunum. Það gæti ég aldrei orðið. Kæri Jónatan, jafnvel þótt ekki verði getið því í mannkynssögubókunum, varstu samt nógu hugrakkur þegar á reyndi.
Þá varstu eins mikil hetja og hugsast getur. Gamla kennslukonan þín gleymir þér aldrei. Félagar þínir munu líka lengi minnast þín. Það verður tómlegt í bekknum án þín. Glaðlyndi. Fallegi Jónatan. En þeir sem guðir elska, deyja ungir. Jónatan Ljónshjarta, hvíldu í friði. Greta Andersson. Hún er skelfing vitlaus, kennslukonans Jónatans, en henni þótti vænt Jónatan því það þótti öllum. Og það var gott að hún fann upp á þessu með ljónshjarta. Það var sannarlega gott. Það er ekki til sá maður í öllum bænum sem saknar ekki Jónatans og sem hefði ekki fremur kosið að ég hefði dáið í staðinn. Það hefur mér að minnstakosti skilist á öllum kettlingunum sem hlaupa hér með fataefni, silki og dót. Það er andvarpa og gjóa augum á mig þegar þær ganga gegnum eldhúsi og segja við mömmu, verslingsfrú Leon og einmitt Jónatan sem var svo einstæður unglingur. Guð minn almáttugur. Við eigum núna heima í húsinu við hliðina á gamla húsinu okkar. Í alveg eins íbúð þó að þessi sé á neðri hæð. Við höfum fengið lítið notuð húsgögn frá fátækrahjálpinni og kettlingarnar hafa gefið okkur talsvert. Ég ligg í eldhússófa sem er næstum alveg eins og sá fyrri. Allt er næstum eins og áður og allt, hver einasti hlutur, er ólíklegur því sem áður var. Því Jónatan er ekki hér lengur. Enginn situr hjá mér á kvöldin og segir mér sögur. Ég er svo einmana að mér verkjar í brjóstið og ég get bara legið og hvíslað með sjálfum mér. Orðin sem Jónatan sagði rétt áður en hann dó. Þegar við lágum þarna á jörðinni eftir stökkið, já, hann lá fyrst á grúfu en svo sneri einhver honum við og ég sá í andlitans. Það rann svolítið blóð úr öðru munnvikinu og hann gat næstum ekki talað. En það var eins og hann reyndi samt að brosa og hann gat stunið upp nokkrum orðum. Gráttu ekki, snúður, við sjáumst í Nangiala. Aðeins þetta sagði hann, ekkert annað. Svo lokaði hann augunum og fólk kom að og bar hann burtu og ég sá hann aldrei aftur. Og ég lesa meira? Já. Já, ég vil ekki hugsa Nú tíman. er ég farin að skæla líka. Ég er bara að hugsa kennarana sem lesa þessa bók fyrir nemendur. Af því hún var lesin fyrir okkur. Ég er bara að hugsa hvernig komast kennara í gegnum að lesa þetta. Þú veist, þetta er svo rosalega vel skrifað, sko. Ég vil ekki hugsa tíman fyrst á eftir. En maður getur ekki gleymt neinu sem er svo illt og hræðilegt. Ég lá hér í sófanum og hugsaði Jónatan þangað til ég hélt að höfuðið ætlaði að springa og enginn getur þráð ákafar en ég þráði hann. Ég var líka óttaslegin. Stundum kom að mér að hugsa, hvað ef það væri ekki satt, þetta með Nangiala? Hugsa sér ef það væri bara eins og hvert annað grín, eins og Jónatan fann svo oft upp hjá sjálfum sér. Ég grét mikið, það má nú segja. En svo kom Jónatan og hughreysti mig. Já, hann kom. Ó, hvað það var indælt. Allt varð gott aftur næstu því. Hann vissi áreiðanlega þarna í Nangiala hvernig mér leið án hans og honum fannst sjálfsagt að hann yrði að hughreysta mig. Þess vegna kom hann til mín og nú er ég ekki lengur hryggur. Nú bíð ég bara. Það var eitt kvöld fyrir skömmu sem hann kom. Ég var einn heima og ég lá og grét vegna hans og var hræddur og óhamingjusamur og veikur og vesæll. Mér leið verr en ég get lýst með orðum. Eldhúsglugginn stóð opinn því að vorkvöldin er svo hlý og falleg núna. Ég heyrði kurrið í dúfunum fyrir utan. Það er fjöldaðum hér í húsagarðinum og kurra alveg stöðugt nú þegar farið er að vora. Þá gerðist það. Þegar ég ligg þarna grátandi með andliti grafið í koddann, heyri ég kurrað rétt hjá mér og þegar ég lít upp, þá situr dúfa á gluggasillunni og horfir á mig blíðlegu augunum sínum. Snjóhvít dúfa. Takið eftir því, ekki svona grá eins og dúfurnar í húsagarðinum. Snjóhvít dúfa. Enginn getur ímyndað sér hvernig mér leið þegar ég sá hana, því það var alveg eins og í söngnum. Flýgur heim drifhvít dúfa að dyrum til þín og það var eins og ég heyrði Jónatan aftur syngja, þá litli snúður sé ég þín sál það er. En nú var það hann sem hafði komið til mín í staðinn. Ég ætlaði að segja eitthvað en ég gat það ekki.
Ég lá bara þarna og heyrði hvernig dúfan kurraði og bak við kurrið eða í kurrinu miðju eða einhvern megin heyrði ég rödd Jónatans. En hún hljómaði ekki eins og vant var. Það var bara eins og einhvers konar hvískur í öllu eldhúsinu. Þetta hljómar sjálfsagt næstum eins og draugasaga og maður hefði kannski getað orðið hræddur, en það var ég ekki. Ég varð bara svo glaður að ég hefði getað stokkið upp undir þakið því ég var svo stórkostlegt sem ég fékk að heyra. Jú, víst var þetta satt með Nangijala. Jónatan vildi að ég flýtti mér að koma þangað því þar var allt svo gott, sagði hann. Hugsaði bara, það beið eftir honum hús þegar hann kom. Hann hefur eignast hús, sitt eigið hús í Nangijala. Það er gamall bóndabær, segir hann, sem heitir Riddaragarður og hann er í Kirsuberjadal, hljómar það ekki stórkostlega. Og hugsaði þér, það fyrsta sem hann sá þegar hann kom að Riddaragarði var lítið grænt skilti á hlíðinu og á skiltinu stóð skrifað Bræðurnir Ljónshjarta. Og það þýðir að við eigum báðir að búa þar. Báðir tveir, sagði Jónatan. Og hugsa sér hvað sem því líður. Ég fæ að heita Ljónshjarta líka þegar ég kem til Nangijala. Það þykir mér vænt því ég vil heita sama eftirnafn og Jónatan, jafnvel þótt ég sé ekki jafn hugrakkur og hann. Komdu bara eins fljótt og þú mögulega getur, sagði hann. Ef þú finnum ekki heima á Riddaragarði, þá sit ég niðri við á og veiði. Síðan varð allt hljótt og dúfan flaug burt, beint yfir húsþökin, aftur til Nangijala. Og ég ligg hér í sófanum mínum og bíð bara eftir því að fljúga á eftir henni. Ég vona að það sé ekki of erfitt að rata þangað, en Jónatan sagði að það væri alls ekkert erfitt. Ég er búin að skrifa upp heimilisfangið í öryggiskyni. Bræðurnir Ljónshjarta, Riddaragarði, Kirsuberjadal, Nangijala. Nú hefur Jónatan búið þar einn í 2 mánuði. 2 langa, skelfilega mánuði hef ég orðið að vera án hans. En nú kem ég líka bráðum til Nangijala. Bráðum flýg ég þangað. Kannski í nótt. Mér finnst eins og það geti orðið í nótt. Ég ætla að skrifa á miða og leggja hann á eldhúsborðið svo að mamma finna hann þegar hún vaknar í fyrramálið. Þetta á að standa á miðanum. Gráttu ekki, mamma. Við sjáumst. Í Nangijala. Spáðu í þessa bók. Ég veit það. Þetta er makalaust. Makalaus bók. Og þetta er makalaus kafli. Ég meina, hann er náttúrulega bara. Og að því að við lásum hana öll, eða hún var lesin fyrir okkur öll. Ég veit það. Ég las hana sjálf, sko. Já. Hún var lesin fyrir mig í skólanum. Já, kannski var hún lesin í skóla líka, en ég las hana sjálf. Ég man bara að maður lagði hann ekki frá sér, sko. Nei. Þetta var bara eins og að komast inn í einhvern leyndardóm, af því að líka Astrid Lindgren, hún skrifar svo erfiða hluti, en hún skrifar það á þann hátt að hún talar, hún nærði einhvern veginn að tala eins til allra á öllum aldri. Skilurðu? Þú veist, þetta er treysta börnum fyrir þessum kafla. Já, sem að einhverju myndi ekki gera, en hún gerir það alveg og veit að það er hægt. Já, hún veit að það er hægt og ég meina, það er náttúrulega bara sýnir takmarkalausa virðingu hennar fyrir ungu fólki, börnum. Og náttúrulega hún hefur náttúrulega vitað það að börn hafa ekki bara getuna til þess að skilja mjög flókna og djúpa hluti, heldur eru þau eiginlega svolítið sólgin í það, að þenja út tilfinningar sínar og fara inn í dramatískar sögur og lifa sig inn í þær. Og ég held í miður að barnaefni í dag sé orðið svo sneitt þessari svona, hvað ég að segja, djúpu viðkvæmni og hlýju eins og er í textanum hennar,
að sko, að því það er alltaf verið að vernda börn fyrir öllu mögulegu og ómögulegu. Þannig að þú veist, það verður svolítið svona gerilsneitt það sem að er allavega upp á pallborðinu núna. Skilurðu, af því að það má ekki styggja börn, má ekki valda þeim óþægindum. En þau eru sjúk í þetta. Þau eru sjúk í Og þetta það er- vegna þess að þetta er svo rosalega þroskandi að fara í gegnum þetta. Eins og vorum að tala um þegar við vorum með Dísu Ljósálf á Já. sínum tíma. Að þú átt að æfa því í þessu heima hjá þér í öruggu umhverfi og bara á rúmstokknum. Bara við hliðina á mömmu og pappa. Nákvæmlega. Þar æfur því í öllum tilfinningaskalanum, sko. Algjörlega, þar á að vera plássið til Ég þess. man þegar ég las þetta fyrir Flóka og Margréti og og ég á svona minning af því að ég var búin að gleyma hvað þessi annar kafli væri erfiður. Já. Og ég, eins og núna, grét og ég man að þau horfðu svona á mig bæði. Og svona eins og, Skildu þau ekki? já, þau bara höfðu kannski ekki séð mig oft gráta, Já, ég skil. skilurðu. Þannig að ég var að hugsa, þegar ég valdi bókina, þá var ég að hugsa hvað hef ég oft séð foreldra mína gráta, hvað gerir það fyrir barn að fá að sjá foreldri sitt gráta í einhvers konar svona öryggi. Já. Ég var bara eitthvað, ég sá pappa gráta þegar hann missti hest. Þá sá ég hann alveg fara í svona dýftina. Þá er ég orðin rúmlega 20. Ég hafði aldrei séð hann gráta fyrr. Ég man ekki eftir því að ég hafi séð mömmu gráta. Núna þú ert að spyrja mig, þá get ég ekki munað eftir atviki þar sem hún grét. Ég man eftir atviki þar sem hún sagði mér raunverulega gleðifrétt og augun hennar fylltust af tárum. Pappa sá ég gráta einu sinni. Þegar þú ert orðin fullorðin eða sem Já, þegar ég er orðin fullorðin, sko. Já. Ég sá... Nei, þannig að foreldrar mínir voru alveg sko svakalega litla grenjuskóður. Það hefur sennilega þurft og átt að gráta meira, skilur við. Já. En það var náttúrulega bara ekki stemningin að vera neitt að gráta. Nei. Eða yfirleitt að vera að gefa tilfinningum mikinn gaum, sko. Nei, og ég svona... Það er nú eitthvað annað en við sem getur velt okkur upp þeim frá morgni til kvölds, Halldóra. Já. Og skömmumst okkur sko ekkert fyrir það. Já. Nei. Ég sá mömmu gráta, þá hef ég verið unglingur, þá var einhver rosa krísa hjá henni og pappa sem hún fór að segja mig frá, það stóð til að þau myndu skilja. Já. Og hún sagði mig frá, þá grét hún, þá var ég 14 ára. Já. Það er svona, en pappi sá að tilkynna okkur hræðilegt dauðsfall sem var í fjölskyldunni hjá okkur þegar við vorum 5 og 10 ára, ég og Gommi bróðir, þá man ég eftir að hann tók okkur svona 2-1 og sagði okkur frá hræðilegu slysi, en mamma var hvergi nálægt af því að hún hefur ekki treyst sér til þess, því að hún hefði farið að gráta. En hann náði. Já, og þá var þá þótti það ekki sniðugt að vera að gráta fyrir ramböld. Já, ég bara svona velta þessu fyrir sér á milli kynslóðanna, sko, af því að það var engin leið að ég gæti lesið þetta fyrir börnin mín án þess að gráta. En ég man sko andlitin á þeim að horfa svona á mig. Hvað? Ég sagði, mér finnst þetta bara svo, og ég bara sagði þetta, mér finnst þetta bara svo óbáslega sorglegt. Já. Og ég held að sé gott, sko, alveg fyrir að þau sjáu það, sko, mann gráta. Að sjálfsögðu, þú veist, það er náttúrulega bara, það er náttúrulega alveg bara kolrangt að með ekki gráta fyrir framan börn, sko. Já. Skilur við, að sjálfsögðu þurfa þau að vita að þau ber ekki ábyrgð á grátinum og maður sé ekki, þau hafa ekki gert eitthvað, skilur við, en ég man akkurat eftir þessu að hann Vigfús, prestur, hann ræddi þetta einmitt við mig, hann sagði, auðvitað með að krakkarnir inni sjá að þú sést leið, skilur við, og það mun líka hjálpa þeim að losa með gráti, skilur við. Vegna þess að ég var einmitt að hugsa þetta, sko, getur maður gráti fyrir framan börn og vegna þess að maður vil ekki valda þeim frekari óþægindum, skilur við. En einmitt þá þarf maður bara, þú veist, að tala um það að, þú veist, manni líði illa
og gráturinn sé bara ein leið líkamans til þess að losa spennu og losa erfiða tilfinningar. Það að gráta er náttúrulega sko, og að það að grátur hafi verið einhvern veginn stigmatiserðar og gerður einhvern veginn eitthvað skrítinn á einhverjum tímabili með eitthvað, er náttúrulega alveg galið vegna þess að þetta er bara hreinsisystem líkamans. Þú veist, það er bara þyngslin fyrir brjóstinu og það er orðið svo mikið álag á kerfinu að eitthvað verður undan að láta. Og þá eru tárin auðvitað bara losun, skilur. Já, en svo held ég að tárin séu líka stundum að eins og að það kemur tenging milli matter og spirit, eða bara, þú veist, það kemur tenging á milli heima. Þá allavega, kettirnir eru alveg sammála því, þeir bara tóku á rás, sko. Milli heima, sagði þú? Já, milli heima og þeir bara þá kemur eitthvað svona, hún er í hjartanu einhvers staðar, það bara þá losnar eitthvað. Heyrðu, en ég ætla bara að sjá hvort að ég eigi að hendinni, því að þessi þáttur er að enda komin. Já, en ég meina, þú veist þú átt ekki að henda. Nei, ég ætla að segja. Þú getur ekki hent því sem þú átt ekki. Nei, ég get ekki segja bara. En ég verða samt að spyrja pendulinn að einhverja, því ég er með hann eiginlega. Spurðu pendulinn Já. hvort að við fáum gott veður í júlí. Já. Já, en svo hlustar einhvern á hana þátt í janúar og þá gera það ekkert fyrir hann. En þá getur það að vera júlí á næsta ári. Já. Fáum við gott veður í júlí? Nei. Hann sagði nei! Eða spyrðu aftur. Já, prófum aftur. Ok, kæri pendúll. Nei, sko í alvöru pendúll. Já, nei, nú er ég að spyrja í alvöru pendúll. Já, fáum við gott veður í júlí? Já. Heyrðu, við erum ánægðir með þetta svar, veist, þetta er alveg fyrirtaks pendúll. Ok. Þá getum við Veist, ég er alltaf svo ánægð með pendúll. Já. Þegar hann svarar eins og ég vil að hann svari. Já, það er alltaf betra. Veistu að lífið er svo gott ef allt er bara eins og maður vill hafa það. sé. Já. Ég veit. Takk fyrir samverun, elskan. Takk sem leiðis. En þú ert alveg, en nú erum við komin svona alveg svona niður í sko mýktin. Já, að því fórum þarna onni þennan. Já, ég ætla að vera svona í mýktin í dag. Ég ætla ekki að vera sko svona alveg on the cusp of crying. Nei. En sko, en ég réð ekki við, að því ég gerði ekki, ég setti mig ekki í gírin eins og ég var að performera, þá hefði ég varið mig miklu betur áður ég fór inn í textan. Já. Sem ég þarf að gera þegar ég er að leika. Það er náttúrulega það sem kennarar gera. Já. Og fyrir ykkur sem er að hlusta, það sem ég geri... Ég held að kennarar séu bara að sitja á teiknibólu þegar þeir lesi kafla 2. Já, það sem ég geri er að ég herpi magavöðvana. Og það var hljóðfæraleikari í Sinfó sem kendi mér það. Já, til að fara ekki að gráta. Já, í erfiðum jarðarförum. Hún sagði, kanntu ekki trixi með magavöðvana? Í erfiðum jarðarförum þá herpir hún magavöðvana sem þarf ekki að gráta í jarðarförum. Já, ég herpi rassvöðvana. Þú herpir rassvöðvana? Já, þegar ég þurfti að performera í jarðarförum. Já. Heyrðu, ást. Góðan í júli, það verður svo gott veður. Já.